Já, Helga Vala Helgadóttir í fyrsta sæti í Reykjavík Norður. Hver Helga Vala? Já, það fer eftir hver spyr. Ég get verið frænka. Já. Ég get verið konan hans Gríms. Ef einhver þekkir hann, sko, þá ég kynnt sem konan hans. Ég get verið litla systir Halla og Skúla. Ég get verið mamma Ástu, Snærósar, Arnaldar og Emils. Og svo get ég verið á opinberu vettvangi núna þingkona Samfylkingarinnar, áður lögmaður og leikkona og fjölmiðlakona, útvarpskona, blaðamaður, villingur, hvatvís og pínu hortug, smástelpa og klifurköttur utan á byggingum. Þetta svona æviskeiðið. Það saga sem þú vilt segja okkur frá? Já, ég var svolítið mikið svona það sem kallast strákastelpa, en bara stelpa sem hafði gaman að því að þvælast borgina. Ég ólst upp eiginlega í miðbænum. Ég átti heima beint á móti gamla kirkjugarðinum. Og þannig að miðborgin og þetta svæði og Vesturbærinn svona mitt heimasvæði. Og mér þótti ógurlega gaman að klifra utan á húsbyggingum og upp á háum veggjum og svona. Og hlaupa niður rennibrautir, sérstaklega eftir því að það voru stærri, þá fannst mér það skemmtilegra. Ég klifraði upp á Háskólabíó og upp á Tjarnarbíó og svona. Þannig að það var svona, já. Ég fékk oft gat á hausinn. Ég var svolítið í því. Og mikið bara úti að leika í frelsinu. En engin alvarleg slís? Nei, ekki þannig. En ég var alveg með afsláttarkort á slysastofunni, sko. En ekkert alvarlegt. Nei, hringir ekki síminn. Hvað gerir maður í því? Við reyndum að koma í veg fyrir það. Áttum við ekki að koma í veg fyrir þetta? Nú þarf ég að fara og ná í símann. Þetta nú flott. Var ekki búið að kenna mér að þetta myndi ekki gerast. Jæja. Vonandi var þetta ekki forsetinn. Þá verður hann bara að bíða. Já. Þá verður hann að bíða. Já, hver uppáhaldsmaturinn þinn? Já. Mér finnst mjög gaman að elda, en það yfirleitt svona bara þessi athöfn. Hver ætli sé uppáhaldsmaturinn minn? Mér finnst svona léttur matur eiginlega bestur. Svona alls konar svona grænmeti, mér finnst rosa gott, svona grillað grænmeti og grillaður fiskur og svona. Þannig að ég get eiginlega ekki valið eitthvað eitt. En þú veist, humar stundum. En ég ekki mikið í það að grilla humar og drekka hvítvín á kvöldin eins og sumir stjórnmálamenn. En bara, ég held bara að ég segi fiskur og grænmeti. Já. En þú talaði að grilla. Hvað myndirðu mæla með að setja á grillið? Ég myndi mæla með að skera niður fullt af alls konar grænmeti. Bara allt sem að þú finnur í skúfunum og setja í einhvern svona lög, svona bara ólífuolíu og hvítlauk og kannski salt og pipar og eitthvað svona sem maður finnur og bara svona skuttla þessu á grillið. Og til þess að gera þetta þá á ég svona, ekki svona bökunarpappír, heldur svona grillpappír, þannig að þetta dettur ekki alltaf milli eða svo leiðilegt, sko. Sniðugt. Það mjög sniðugt og af því þá þetta bara fljótlegt og ég alveg grillmaskína. Þannig að já, og svo maður líka úti þegar verið að grilla og mér finnst súrefnið dásamlegt og úti vera dásamlegt, þannig að þetta hendar mér bara vel. En svo finnst mér líka bara lambakótilettur. Bara svona basic lambakótilettur á grillið eitthvað. Mér finnst það rosa gott. Svona bara eitthvað naga. Og fiskur, allur fiskur og bara, já. Ekki svín, bara ekki svín. En bara almennt, matur góður. Já, matur góður. En mér finnst það skipta rosa miklu máli samt að hann sé fallegur. Mér finnst það eiginlega skipta
bara töluverðu máli að þetta sé svona lekkert. Já. Hjálpa bræðin. Já, einhvern veginn, já, þetta er meira svona einhver upplifun, að hafa þetta svona fallegt og skemmtilegt og alls konar ólík bragð og svona. Ég get alveg talað þetta í þrjú korter. Og ertu með uppáhalds rithöfund, íslenskan eða erlendan eða bæði? Já. Já, nú verð ég þetta bara að sjálfsögðu ég með einn innilega uppáhaldsrithöfund. Og það hann Guðmundur Andri Thorsson, bróðir minn í þingflokknum. Þannig að ég ætla að segja hann. En já, hann er bæði frábær rithöfundur og svo hann frábær manneskja. Og og bæði bækurnar hans og textarnir hans og ræðurnar hans, þannig að hann er uppáhaldsrithöfundurinn minn núna. Já. En svo á ég þetta marga aðra sem ég hef dáð í gegnum tíðina, sko. Já. Við farum mikinn tíma til að lesa. Það tekur tíma að vera þingmaður. Já. Nei, ekki nógu mikinn tíma. Og allt og oft finnst mér ég lenda í því í þessu starfi eins og var svo sem í lögmennskunni að tíminn sem að maður hefur til þess að lesa fyrir að lesa eitthvað sem er pínlítið vinnutengt, sem að gagnast manni í vinnunni. En svo fáum við auðvitað frí á milli, þó að sumarfríið í sumar verður kannski svolítið skrítið af því að við erum að fara í kosningabaráttu, þá eru svona auðvitað jólafrí og sumarfrí eru svolítið tekin undir þetta, að lesa eitthvað svona sem maður hefur virkilega ánægju að lesa. Ekki bara eitthvað sem maður lærir á. Já, uppáhalds bíómynd, einhver bíómynd sem er svona efst? Já, allt svona uppáhalds er mjög flókið, af því að Eða kannski bara mæla með einhverju. Já, einhver svona nýleg kannski. Eða þættir á Netflix. Já, og aftur er þetta svolítið stemningin, sko. Og hvað maður, já, þær eru ansi margar. Ég meina, ég sko átti heima í Regnboganum í nokkur ár. Alltaf á sko kvikmyndahátíðum þá keypti maður sér alltaf svona kort til þess að sjá allar myndirnar. Ég horfði meira á myndir þegar ég var yngri. En þú veist, þar eru, ég meina, sko, sumir krimmar hafa verið frábærir, aðrar svona mjög hugljúfar myndir. Við vorum að horfa á La Vita e Bella daginn aftur. Svo þú veist, alveg Lömbin þagna. Ég hef séð hana auðvitað oftar en heilbrigt er. Þið vitið, svo erum við með bara Guðföðurmyndirnar og allt bara. Allt mögulegt. Já, svo sá ég ofsa skemmtilega mynd daginn Mads Mikkelsen. Þannig að ég bara get ekki sagt einhver eina. Ég meina, já. Íslenska myndir, ég meina, þær eru líka margar sem að mér finnast mjög skemmtilegar. Bæði barna og fullorðinsmyndir, sko. Já. Já. Hver eru svona helstu stefnumálin í stjórnmálum? Hverju brennur fyrir? Ég kom inn á þing með mína reynslu af mannréttindamálum og þar brenn ég ennþá mjög mikið. Og þess vegna eru þetta Samfylkingin minn flokkur af því að allt sem við kemur jöfnuði eru grundvallar mannréttindi. Og það eru málaflokkar sem ég held að við eigum aldrei að verða feimin við að halda hátt á lofti. Mannréttindi í víðustum skilningi og þá er ég að tala um réttindi fólks óháð efnahag. Við erum að tala um efnahagsleg réttindi, félagsleg réttindi, réttindi kynja, kynhneigðar, kynvitundar, kynþáttar, allt. Þetta er bara allt litrófið og þarna brenn ég. En svo erum við líka með, eins og núna,
af því ég mér var falið að gegna formennsku í velferðarnefnd þingsins, að þá er ég búin að vera vakin og sofin yfir bæði velferðar og heilbrigðismálum. Þannig að þau taka mjög stórt pláss í mínu lífi núna. Fyrir hluta tímabilsins þá var ég í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem er svona mikið að horfa á þessi valdmörk milli ráðherra og svo löggjafarvalds og dómsvalds og allt þetta sko. Og svona hvernig framkvæmdarvaldið að beita sér. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Þau mál sem eru líka inni á allsherjar- og menntamálanefnd sem eru svona sem lúta að þessu réttarkerfi og réttarríkinu öllu og listir og menning. Þannig að þetta eru svona stóru málin sem að ég brenn fyrir og vil, og menntamál einmitt. Svona, þetta eru málin sem að ég hef svona mest komið að sjálf í mínu pólitíska starfi. En stóru málin í pólitíkinni og ég held eitt af stærsta auðvitað umhverfismálin. Það er bara allt líkjandi, loftslagsmálin. Ef við opnum fyrir spurningar kannski frá salnum, ég sé að við erum búin að fá eina spurningu nú þegar og það er hægt að skrá sig, rétta upp hönd og fá möguleika að spyrja spurninga. En við minnum á að þetta er kvöld til að kynnast Helgu, þannig að vinsamlegast haldið spurninga ykkar frekar stutta á hnýtmiðu. Fyrsta spurning er Helga vel búin að horfa á Peaky Blinders? Nei. Ég mæli með. Já, ég hef séð einhverja svona 2 þætti, þetta er alveg áhugavert. Segið mér. Þetta er svona, er það ekki í Bretlandi eða Írlandi? Já, það er Bretlandi. Í Birmingham minni mig. Já. Einhver leiðir eftir ef það vitlaust. Einmitt, svolítið gamaldags, þau eru í Ég er ekki búin að horfa á þetta. Er þetta á Netflix? Já. Ok. Takk fyrir ábendinguna. Mjög gott. Núna er ég að horfa á einhverja sænska krimmaseríu á RÚV þessa dagana. Nei, ekki sænska, hún er norsk. Fyrirgefðu, ég biðst afsökunar, hún er sem norsk. Já, mikilvægt að ekki blanda saman. Nei, ég veit það skilur ekki. Greinum það á milli. Já, er einhverja fleiri spurningar? Þannig að ég hef ekki hort á þessa seríu. Takk fyrir þessa spurningu. Þekkið kannski bara Helgu svona þokkalega vel? Kannski ekkert margar spurningar eftir, búin að vera mikið í fjölmiðlum og... Jú, ég meina við getum talað bara samfylkinguna og til hvers erum við hérna. Ég meina hlutverk samfylkingarinnar í einu pólitíska litrófi og pólitíska starfi þetta gríðarlega mikið og það sem að við erum að gera niður á þingi að veita ríkisstjórninni sem að sko furðulega samstíga, verð ég að segja, miðað við hvað þetta eiga í grunninn að vera ólíkir flokkar. Við höfum verið að veita þeim mjög svona þétt aðhald á þessu kjörtímabili og það er svo skrítið núna því að við erum búin að vera núna í 14 mánuði með þessa kórónuveiru allt umlykjandi og það er rosalega lítið svigrúm til að vera að tala einhverja aðra pólitík. Af því að í hvert skipti sem við komum með eitthvað svona þrýsting að þá er alltaf hlaupið í felur bara og svona veiru spjaldinu skotið fram. Hérna er komin skjöldur sko, við erum hérna að berjast við veiru, þið megið ekki spyrja of erfiðra spurninga eða vera með vera með of mikla kröfur. Við erum að glíma hérna við heimsfaraldur og þetta er búið að vera svona viðvarandi, við fundum það mjög sterkt í byrjun þegar við vissum ekkert við hvað við vorum að glíma, að það var bara mjög lítil stemning fyrir því að við værum ekki að ganga í takt við ríkisstjórnina í einu og öllu og reyndum við þó að benda á að það væru þarna ákveðnir hópar að falla algjörlega á milli þegar kemur á stuðningi stjórnvalda. En svona þegar fór að líða á og jafnvel núna þá finnum maður sko að það er búið að keyra svo mikið á þessu, við erum öll í þessu saman. Við erum hérna öll almannavarnir, nú verðum við að standa saman í gegnum þennan feril og þá teiknar ríkisstjórnin upp þá mynd að hvers kyns gagnrýni sé ómálefnaleg og
ómakleg og óheiðarleg og popúlísk og ég veit ekki hvað og hvað þau nota ekki. Og þetta svo sérstakt umhverfi í pólitík. Að vera hérna að benda á, eins og í mínu tilfelli þá erum við að benda á að við erum hérna með hjúkrunarheimilin, það allt í steik varðandi fjármögnun hjúkrunarheimila. Það verið að einkavæða hluta þeirra, af því að sveitarfélögin þau geta ekki verið að halda áfram að borga með hjúkrunarheimilunum sem þau eiga ekki að gera. Við erum með krabbameinsrannsóknir, við erum búin að vera að fjalla um það í allan dag, bæði í velferðarnefnd í allan morgun og svo inn í þingsal. Þessi krabbameinssýni sem eru send til Danmerkur og það allt í flækju og konur bíða hérna vikum og mánuðum saman eftir að fá einhver svör. En það má einhvern veginn ekki benda á að heilbrigðisráðuneytið og heilbrigðisráðherra þau virðast ekki ráða við þetta verkefni og þetta var ótrúlega illa að þessu staðið. Það var það bara. Og þá er maður einhvern veginn, þá er maður rosalega ósanngjarn að benda á alla hina hlutina sem að þurfa að vera betur gerðir. Og svo þegar við bendum á að ríkisstjórnin er ekki að sinna því að fjölga störfum eins og þau eiga að vera að gera, þegar verður hérna þetta gríðarlega mikla atvinnuleysi og þetta langmest á Suðurnesjum, að þá rísa sjálfstæðismenn upp og hrópa að við viljum bara fjölga opinberum störfum. Og það var svo sérstakt í morgun, ég hlustaði á dómsmálaráðherra í viðtali á Bylgjunni í morgun, þar sem að hún fór um þetta að segja sko, já, við þurfum auðvitað að fjölga störfum í einkageiranum, við erum ekki að fara að fjölga hérna á opinberum störfum. Og maður hugsar bara, ég átta mig alveg á því að þau vilja einkavæða allt í kerfið okkar, en það er svo skrítið að tala niður opinbera starfsmenn með þessum hætti eins og Sjálfstæðisflokkurinn gerir, að láta eins og það sé annars flokks þegnar sem að skapi ekkert. Þau tala alltaf þannig eins og opinberi starfsmenn leggja ekkert af mörkum. Þegar opinberi starfsmenn eru bara nánast allir starfsmenn í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, velferðarkerfinu, þið veitir, og bara öllum eftirlitsstofnunum sem eru opinberar, ég meina sýslumannsembættin eru opinberi starfsmenn, ég meina stjórnsýslan er svo leggur sig, þá leyfir þessi stærsti stjórnmálaflokkur á Íslandi sér bara að tala niður bara alla sem að starfa hjá hinu opinbera, hvort sem er ríki eða sveitarfélög. Og mér finnst þetta alveg furðuleg afstaða, sérstaklega af því að þessi opinberi geiri hefur verið undirmannaður mjög lengi, þannig að hérna, fyrir mitt leyti þá verðum við að fjölga störfum á báðum stöðum, ekki bara í einkageiranum eða bara í opinbera geiranum. Við þurfum bara að fjölga störfum, alls það sem við getum og þar eiga auðvitað opinberir aðilar að ganga fram með góðu fordæmi og segja bara hvar getum við fjölgað. Við getum til dæmis fjölgað störfum í heilbrigðisgeiranum. Það er bara, þar hefur bara verið undirmönnun lengi. Það hefur verið undirmönnun varðandi löggæslu frá því bara fyrir hrun. Og er það bannað að tala um það? Þetta er alveg furðuleg trúarbrögð og því miður þá félagar okkar í Vinstri grænum, þau eru bara gengin inn í þessi björga því að það koma engar tillögur frá þessari ríkisstjórn þegar kemur að fjölgun starfa, engar. Og á þetta höfum við verið að benda. Og en þurfum auðvitað alltaf að gera betur, ég meina við bara þurfum að vera hávær. Algjörlega. Og ég reyni að fylgja þeirri möndru að láta heyrast í okkur. Já, við komum nokkrar spurningar hérna aukalega. Sólveig spyr, á Helga Vala einhverja uppáhald stjórnmálakonu, íslenska eða erlenda? Já, það er auðvitað bara, ég verð að segja Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, auðvitað alveg rosaleg fyrirmynd, þannig að ég held að ég vilji nefna hana. Svo er önnur spurning. Það sem að mér þótti magnað og mér þætti gaman að sjá hana koma aftur inn á hið pólitíska svið, enda kornung kona. En það sem að mér fannst skemmtilegt við hana í pólitíkinni var þetta hugrekki sem hún sýndi svo oft. Hún var einhvern veginn, hún tók hlutina ekki svona persónlega fannst manni. Hún var bara, já, hún og þeir voru ægilega hræddir við hana kallarnir. Þannig að, já. Svo er önnur spurning. Hvað er Helgu Völu guilty pleasure?
Ég sko, ámaður eitthvað að vera sakbitin yfir því að vera Fíla eitthvað. hrikalegur nammi grís. Ég get veit alveg ekki hvort skrifað ég á að vera undir það. sakbitin yfir því, en ég er það samt. Þannig að ég er óforbetranlegur sykur fíkill. Hefurðu smakkað norsk súkkulaði? Heyrðu, þeir voru að kaupa Nóa Sirius, normenn. Já, Ég var ekki búin Það var Ó, að ég gerast vissi í morgun, þannig að Nóa konfettið eru örugglega að breytast yfir í Norskt konfekt. eitthvað norskt. Rosa gott. Voru það? Ennþá betra. Hvað er aftur norskt súkkulaði? En sko, Fræja. já, auðvitað. En ég er samt eiginlega þannig að blanda í poka. þar sem að það bara svona bryðja svona pipabrjóð og svona. Þetta er bara, þannig að þetta er bara svona instant sigur, ekki svona kökukona. Ekki fyrir að koma, það er einhverju svona kremi og svona dúlleri, bara sigur. Samt ekki marshmallows, ég er ekki alveg það sko, en já. Þegar þetta, það er eitt sem ég ræði oft við nefndur mínir, bara hvað er besta bragðarefið? Já. Hvað setur í? Setur þrenn? Já, sko það er hérna pipparmyndukúlur, það er hérna tromp og það er kaffi. Kaffi? Áhugavert. Ókei. Veit ekki með þetta. Best. Ég hefði dæmti fyrir þetta þegar ég var við nýspúni. Ég hefði hugsað hún er smá skrítin. Já, en mér finnst best sko ef að einhver nennir að taka sko hérna Nescafið og hræra það pínu út í vatn. Bara nokkurdropa, ef það er of mikið vatn þá verður hann svo linur sko. Þannig að þetta er alveg, hérna. Þetta er list. Þetta er list, það maður ekki vera korn sko, það er ekki gott. Þetta er list. Heyrðu, það er önnur spurning, hérna, hvað langar þig til að leggja áherslu á í komandi kosningum, annars vegar eitthvað sem hún leggur persónulega áherslu á og hins vegar sem samfylkingin á að leggja áherslu á sem heild? Samfylkingin á mun leggja áherslu á að við verðum að tryggja hérna atvinnu. Við verðum að tryggja atvinnu fyrir fólk og fyrir þá og á meðan að við erum að hérna fjölga hér störfum að þá verðum við að grípa þá sem að eru núna búin að vera atvinnulausir mánuðum saman og jafnvel meira en ár af því að það er bæði mjög hættulegt fyrir bara einstaklinga og fjölskyldur að vera að glíma við það í langan tíma og það hefur svo miklar afleiðingar til lengri tíma, bæði heilsufarslegar og félagslegar. Og þá tengist það yfir í næsta sem er bara fátækt og þar verðum við að gera betur að útrýma fátækt. Ég leyfi mig bara að nota það orð, að útrýma fátækt, en þetta getur maður aldrei, ef maður ætlar að vera hérna ofsalega kassalega, þá er ekki til eitthvað sem heitir að útrýma fátækt, en við erum að gera allt sem við getum til þess að við í okkar ríka landi, við erum ótrúlega rík, við erum enn ríkustu þjóðum heims, að þá er ófyrirgefanlegt að hér sé fólk sem að bara á ekki til hnífs og skeiðar og getur ekki brauðfætt börnin sín út mánuðinn. Það er bara ekki boði að við séum með þannig samfélag og við höfum að gera allt til þess að berjast gegn því. Þannig að þetta verðum við að gera. Hvernig sköpum við störf? Við gerum það með því bæði að skoða þá anga opinbera starfa sem hafa verið undirmannaðir, en líka með því að búa til hvata í einkageiranum. Og við getum gert það til dæmis með auka stuðningi í lítil og meðalstór fyrirtæki, af því að það er meginþorri fyrirtæki á Íslandi. Það eru þessi fyrirtæki sem eru bara svona sprottin upp, sjálfsprottin af fólki, fjölskyldum, einkaframtaki sem að hérna frumkvöðlar sem að eru með bara svona þið vitið, 10-20 manns, jafnvel 5-20 manna vinnustaðir sem eru bara alveg ótrúlega margir vinnustaðir í Íslandi. Langt flestir eru af þessar stærðargráðu. Og við eigum að búa til hvata fyrir þessi fyrirtæki til þess að fjölga hjá sér starfsfólki og gera þeim svona hlutina auðveldari. Við þurfum að standa vörð heilbrigðiskerfið okkar. Við fundum það í dag þegar við vorum aðeins að ræða hérna þessar krabbameinsskimanir niðri í þingi
að þá allt í einu mættu sjálfstæðismenn og voru grimmastir allra í rauninni að fordæma heilbrigðisráðherra, þeirra eigin heilbrigðisráðherra. Og ég átta mig alveg á því að hún er þarna að berjast við öfl sem að vilja einkavæða heilbrigðiskerfið og heyrði það auðvitað líka hjá Áslaugu Örnu í morgun í útvarpinu. En við höfum alltaf talað fyrir opinberu gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi og það er algjörlega okkar, af því að opinbert heilbrigðiskerfi eykur hér jöfnuð og tryggir það að allir fái sambærilegan aðgang að heilbrigðiskerfi. En það breytir ekki því að við verðum að tryggja það að heilbrigðiskerfið okkar sé nógu sterkt til að þjónusta okkur. Og þar brenn ég mjög mikið fyrir geðheilbrigðismálum, af því að geðheilbrigðismálin eru algjört olnbogabarn í íslensku heilbrigðiskerfi. Og það er alveg ótrúlegt að við erum að byggja til dæmis hérna nýja Landspítala við Hringbraut, löngu tímabært verkefni, en þar er ein deild sem er skilin út undan og það er geðsviðið. Og það er svo ótrúlegt af því að það er núna rekið í sko algjörlega úr sér gengnu húsnæði annars vegar á Hringbraut og hins vegar hérna við á Kleppi. Og þetta er, af því að daginn munið þá var verið að tala hérna frelsisskerðingar ferðamanna sem þurftu að dvelja í 5 daga hérna inn í sóttkvíarhóteli. Þá er það þannig í dag að fólk sem þarf að dveljast inni á lokuðum deildum vegna geðrænna áskorana eða geðsjúkdóma, að það margt hvert kemst aldrei út í súrefnið. Það kemst ekki út af því það er ekki hægt, af því að húsnæðið er ekki þannig. Það býður ekki upp á það. Og þetta fólk þarf kannski að vera þarna inni vikum, mánuðum og jafnvel árum saman. Og við erum bara með þetta á Íslandi árið 2021. Fyrir utan sko óralanga biðlista eftir þjónustu, bæði fyrir börn og unglinga og fullorðna og þetta er algjörlega óboðlegt. Og mismununin ef þú kemur fótbrotinn á spítala eða ef þú kemur í sjálfsvígshugleiðingum á spítala, mismunur á þjónustu gagnvart þessum 2 veikindum er bara himinhár og það er ekki boðið. Já, þannig að við eigum að setja geðheilbrigðismálin klárlega, ofarlega á okkar málefnaskrá. Og ég er auðvitað að gleyma mörgu en ég meina við samþykktum mjög öfluga stefnu á síðasta landsfundi og erum auðvitað, það er verið að útfæra okkar áhersluatriði. Það eru almannatryggingar, það er þessi velferðarmál, heilbrigðismál, jöfnuður, atvinnu sköpun og svo fyrst og síðast og umfram allt umhverfismálum. Þá ef við lítum aðeins tilbaka núna á síðasta tímabilið á þingi, hverju af þeim málum sem þú hefur komið í gegn á þessu kjörtímabili ertu stoltust yfir? Já, nú er það þannig að þingmenn stjórnarandstöðu koma nú sjaldnast svona sínum málum í gegn. Og svo er það þannig að það er samið það í lokin að hleypa nokkrum forgangsmálum inn í gegn. Þá er svona reynt að skiptast á hver fær hvað. En ég var svo heppin fyrsta veturinn að fá að koma að og í gegn máli sem að ég hafði sagt á sínu tíma að ég vildi að yrði fyrsta máli sem yrði samþykkt frá mér. Og það snerist faðerni barna. Af því ég hafði verið að vinna í lögmennskunni í málum þar sem að feður sem töldu sig eiga barn gátu ekki leita réttar síns og barns síns af því að það var ranglega feðrað. Þá gátu þeir ekki leita til dómstóla og óskað eftir að það yrði kannað. Af því að lögin bönnuðu það. Og rökin fyrir því að lögin bönnuðu það voru þau að það mætti ekki ógna stöðugleika fjölskyldunar sem fyrir var. Þannig að í rauninni gátu þá mæður tekið bara það ákvörðun að rangfeðra barn og þar með útiloka réttan föður frá því að fá að vera í tengslu við barn sitt. Og mér þótti þetta bæði mjög óréttlátt en þetta er líka skaðlegt af því að
það vill svo til að svona hlutir sem eru haldnir í myrkri að þeir komast upp á endanum. Og fyrir barn að komast að því seint á lífsleiðinni að foreldri reynist ekki vera foreldri heldur einhver óþekkt manneskja út í bæ. Það getur verið bara mjög þungbært og erfitt. Og þannig að þetta grundvallar réttur barns að fá að þekkja báða foreldra sína. Og mér fannst þetta skipta miklu máli og ég náði þessu í gegn. Þannig að ég var mjög ánægð með það. Svo hins vegar hefur maður lagt til ýmsar breytingar sem að hafa komist í gegn bara í vinnum nefndarinnar og þær eru óteljandi. Þess að maður hefur verið að bæta í rauninni stjórnarmál. Þannig að og ekki síst núna í þessu COVID-dóti þá hefur þetta mætt mjög mikið á velferðarnefnd og þar hefur maður oft náð að koma í gegn góðum hlutum. En þetta var svona mitt mál. Svo ég með 3 mál inni núna og mér þetta óskaplega skemmtilegt ef eitthvað af þeim geti verið forgangsmál, ég ekki viss það. Eitt þeirra snýr að því að við förum í aðgerðaráætlun, þetta er þingsályktunartillaga að fara í aðgerðaráætlun til þess að efla drengi í skólakerfinu. Og veltum fyrir okkur af hverju þeir virðast vera svona miklu meira að detta út úr skóla, sækja sér síður menntun eftir framhaldsskóla, klára mun síður stúdentspróf og svo framvegis. Hvað það og hvort það eitthvað í skólakerfinu sem við getum skoðað að þurfi að gera á annan hátt. Annað mál uppbygging nýs geðspítala, það ég líka með. Og þriðja málið snýr að afrekssjóði, þess að launasjóði afreksíþróttafólks. Því að fólk sem til dæmis að æfa fyrir ólympíuleika eða annað, stórmót erlendis, það mætir oft því að þurfa að sinna sinni vinnu allan daginn og vera svo á kvöldin að æfa sig og hittir svo afreksíþróttafólk utan á heimi sem á fullum launum mánuði saman í aðdraganda stórmóts til þess að geta helgað sig því sem að þau að fara að keppa í og það býr til svona mikinn mun. Þannig að já, ég var alveg til að við myndum ná einhverju af þessu í gegn. Já. Algjörlega. Það er ein spurning hver er fyndnasti þingmaðurinn? Já. Ég held, mér finnst eiginlega að Oddný lúmsk fyndnust. Og það, hún getur verið alveg, hún hrikalega kaldhæðin og mér finnst hún eiginlega bara fyndnust, já. Já, leynir á sér. Já. Sýnist ekki. Það eru bara allir sem vilja að komast að. Það er frábært. Já. Já, þannig að ég hlakka mjög til næstu mánaða því að ég held að þessi kosningabarátta nú hyllir undir lok þessara veiru og ég held að af því að það gengur vel að bólusetja núna og það virðist vera svona að bresta á með afléttingu á öllum þessum takmörkunum. Að þá getum við mögulega farið að herja enn svona meira á ríkisstjórnina. Ég hef enga trú á því að þau fari í gegn með þessar málamyndabreytingar Katrínar Jakobsdóttur og stjórnarskránni og þar eru mjög mikil sóknartækifæri fyrir okkur af því að þar erum við líka að horfa á auðlindirnar okkar. Við eigum nýja stjórnarskrá og hún býsna vel smíðuð og þar verið að grípa alveg óteljandi þætti sem að snúa að okkar grundvallar reglum, bæði í stjórnskipan og líka bara í svona regluverkinu öllu og hvernig við skiptum gæðunum, til dæmis varðandi auðlindirnar og það bara enn eitt talandi lykilmál sem að verður í forgrunni í kosningabaráttunni, þá held ég að auðlindirnar verði þar og hvernig við
hvernig við getum verið í þeirri stöðu að það að veiða fiskinn úr sjónum sé að færa sko milljarða í vasana á börnum eigenda útgerðarfélags. Mér finnst þetta bara, þetta alveg fáránlegt. Og svo eigum við einhvern veginn að halda öllu gangandi, heilbrigðiskerfinu og við eigum að byggja vegina og brýrnar og göngin og allt þetta. En þetta fiskurinn okkar, þetta eru okkar auðlindir. Og það alveg eðlilegt að fólk fái eitthvað fyrir að fara út og sækja fiskinn. Það enginn að tala um að við ætlum að taka allan peninginn. En þetta er engar smáræðis fjárhæðir. Og ef að satt reynist, svo maður tali nú varlega, sem að kom fram í Samherjaskjölunum, að ákveðnir aðilar séu þar að auki, að skrá félög, kvippin og kvappin og misnota aðstöðu sína til þess að svíkja undan skatti já, sölsa undir sig auðlindir fátækra þjóða. Ef svo þá er það auðvitað, ég meina það, já, þá er það annað áhyggjuefni sem að við ég held að við þurfum líka kannski að fara aðeins að byggja undir þessar eftirlitsstofnanir okkar og gefa þeim betra tækifæri til þess að rannsaka svona hluti. Þannig að ég held að þetta verði risastórt mál og þessu er ekki lokið. Það er það ekki og það er ekki við sem stjórnum því, það eru bara, það komu fregnir bara í dag síðast frá Þýskalandi, þannig að varðandi það mál heldur áfram að vinda upp á sig. Þannig að ég held að ef við ætlum að auka hér traust í samfélaginu og auka hér traust á stjórnmálum til dæmis sem að átti nú að vera svona lykilatriði hjá þessari ríkisstjórn, að þá þurfum við að hugsa fyrst og fremst almannahagsmuni og ekki láta eins og sérhagsmunir séu ekki hér að stjórna eins og Seðlabankastjórinn benti okkur á daginn. Það var í rauninu alveg grátlegt hvernig forsætisráðherra svaraði því í þinginu þegar hún sagði að hún hefði nú viljað að blaðamaðurinn spyrði nákvæmar út í hvað hann var að tala hvaða aðila. Maður velti bara fyrir sig hvar hefur hún verið undanfarin ár, heldur hún í alvöru að við séum svona græn sko. Þannig að mér fannst þetta svona, já, það hafa verið mörg vonbrigða momentin á þessu kjörtímabili þegar kemur að henni og þeim í Vinstri grænum. Vonandi fáum við nýjan og öfluga ríkisstjórn. Já, sem að Samfylkingin mun leika þar lykilhlutverk og ég bara hlakka til. Þetta verður rosa skemmtileg kosningabarátta og frambjóðendurnir eru náttúrulega undursamlegir út all land. Ég hlakka mjög til við fórum og eyddum saman 2 dögum hérna á Suðurlandi daginn og það var bara mjög skemmtilegt. Þannig að ég hlakka mjög til að vinna með þeim öllum. Það verður skemmtilegt. Já, þetta verður mjög skemmtilegt. En svona annað en að vera í kosningabaráttu í sumar, hvað ætlarðu að gera? Þú farið auðvitað sumarfrí, loksins, þú færð tíma til að lesa. Já, ég færð tíma til að lesa. Og grilla. Ég ætla ekki að fara aftur einhvern svona hring í kringum landið, eitthvað 2 sinnum, eins og ég gerði í fyrra. Mér fannst einhvern veginn eins og ég yrði að vera rosa mikið í því. Ég held að sumar, ég segi núna, ég held að ég ætli reyna meira bara að hvíla mig. Hvíla mig rosa mikið einhvern veginn, bara heima í garðinum og fara í bústað og svona. Vera meira svona, vera mínimaliskari í sumarfríinu þetta sumarið. Svo er bara svo skemmtilega fjölskyldu að maður veit aldrei. Það er náttúrulega mikil auðæfi í því að finnast gaman að vera með fólkinu sínu. Nei, það er það sem ég mun fjárfesta mest í sumar. Að vera bara sem mest með fjölskyldunni. Bæði nær og stór fjölskyldu af því að já, það skiptir mjög miklu máli. Það eru góð við fólkið sitt. Svo er svo ótrúlega
skemmtilegt að ég er svo mikið körfuboltakona sko, horfi stanslaust á körfubolta og hann ætti í venjulegu árferði að vera búinn núna. Já. En út af COVID þá dróst það, þannig að við fáum sko að vera í úrslitakeppninni alveg fram í júní sko, þannig að Valur var deildarmeistari í gær og við erum að fara, já, það skiptir mjög miklu máli sko, við erum að fara að horfa á leiki fram í júní, þannig að það tekur smá hluta af sumrinu. Þannig að það verður spennandi. Ekki jafn spennandi á kosningarnar, en það verður samt spennandi. Fín uppbytun fyrir kosningar. Fín uppbytun fyrir kosningar. Já, þannig að það svona hitt verkefnið. Þar reynsa maður svolítið hugan og má hrópa. Fátt má útrás Já, algjörlega. Já. Og að mestu leyti frið fyrir pólitísku starfi. Eða svona, já, umræðu. Þú leistir þínu fyrsta leik hérna daginn í Val. Hvernig var svo reynsla? Ég lýsti leik daginn. Ég og Ásmundur Einar Daðason vorum beðin að lýsa leik Vals og Skallagríms í úrvalsdeild kvenna daginn og það var mjög skemmtilegt. Ég er búin að reynda að skamma Ásmunda því að hann var pínlítið stífur svona. Ég var alltaf eitthvað að reyna að poti hann og reyna að fá hann til að vera svolítið skemmtilegur. En hann tók eitthvað... Hann ekki finnasti þingmaðurinn eftir Oddnýju? Nei, hann það ekki. Hann ágætur hann á sig sko. Það ekkert upp á hann að klaga. Hann alveg skemmtilegur. Þarna fannst honum hann greinilega þurfi einhvern veginn að vera mjög gáfulegur. Það ekkert sniðugt þegar maður á. Það var enginn að biðja okkur að vera eitthvað gáfulega. Við áttum að koma þarna og vera að lýsa skemmtilega sko. Þannig að en hann bara mjög fínn og skemmtilegur sko. Það vantar ekkert. En þarna tók hann þessu hlutverki sínu full alvarlega. En það var allt í lagi að því að Valur vann. Og hann tapaði. Þannig já, það munaði öllu. Það fór vel. Ég veit ekki alveg hvernig hefði farið ef við hefðum ekki unnið þennan leik. Þá hefði ég kannski orðið alveg grautfúl. Yes. Já. Ef við taka einhverja lokaspurninga að Já, það ein... Já, á Samfylkingin að berjast fyrir því að setja á hærri skatt á mjög háar tekjur? Já, við höfum nú talað fyrir því. Þannig að ég held að við höfum að sjálfsögðu að gera það áfram. Bara, já. Það þarf ekki að vera flottara. Nei, það bara þannig. Við þurfum að auka hér jöfnuð og við gerum það þannig. Við beitum þeim tækjum sem við höfum bæði til já, algjörlega. Yes. Og ekki þetta flott lokaorð? Jú, bara flott lokaorð. Eitthvað meira sem þú vilt segja áður við? Nei, jú, ég vil bara segja það. Við gerum þetta saman. Og við þurfum að vera dugleg að setja næringu inn í samstarfið okkar. Næringum bæði hvatningu, hrós og uppbyggilegar ábendingar. Af því að niðurrif og svona sko gagnrýni er frábær en niðurrif skilar rosa litlu. Það rosa lítil næring í niðurrifinu. Af því það svo auðvelt að segja bara þú ert ómarktæk eða ómarktækur eða þú ert alltaf að rífa niður. Komdu með einhverja uppbyggilega ábendingu eða gagnrýni. Af því þá einhver næring í því og til þess að við vöxum eins og þessi það þarf að vera næring í jarðveginum. Og við erum alltaf að tala um grasrót. Þar verður að vera næring. En hún fer ekki hingað, hún kemur hingað sko. Þannig að þetta eitthvað sem að ég vil hafa lokaorð. Uppbyggilega gagnrýni. Við sem að störfum úti og erum kjörnir fulltrúar, við erum útvarp fyrir grasrótina. Og þá verður grasrótin að senda næringu upp í stilkana til þess að við blómstrum.
Ég kann ekkert á blóm, en þetta ljómaði Þetta í make alvöru sense. eins og þetta gerði það. Já. Þetta bara þannig, þetta er ekkert flókið. Það er ekki, ef það er ekki næring, sendu upp, þá vissnum við. Við þurfum að muna það. Og svo þegar ég er búin í þessari vinnu núna, þegar ég er hérna að vera kjörin fulltrúi, þá ætlum ég að fara aftur þangað og senda næringu upp. Af því að þetta er bara svona tímabundið verkefni, þetta er svona borgarlega skyldur að vera kjörin fulltrúi, svo fer maður bara aftur í gömlu vinnuna sína. En hérna ég ætla bara að gera allt sem ég get til þess að vinna fyrir samfylkinguna og stækka samfylkinguna og láta samfylkinguna ganga vel. Frábært. Ég sem er loka orð. Takk. Takk kærlega fyrir Takk fyrir spjallið að bjóða mér. og takk til ykkar sem tóku þátt með spurningum og horfa. Takk.